held ég eitthvað framöndir, þeir eru eitthvað annars konar næringu. Það ekki eitthvað svona eigin fyrir þessu. Nei, það ekki þetta. Mætti enginn vera fyrir þessu ferilspenn. Eigum við kannski þá bara að fara að byrja eða? Ég held að það sé rétt að gera það, ekki? Já. Svo bara þetta menn inn. Það er Kristín Jónsdóttir, sjúkralagnir. Við tala frá Hilton hótelinu í Reykjavík. Það er að segja á næringu skurðsjúklinga. Hvenær á að byrja? Já, í rauninni ég bara að endurnýta erindi sem ég var með núna á miðvikudaginn á næringadeginum og það var einhver sem áttaði sig fekk hugmyndin að ég geti notað þær aftur núna en ég legg það til við þá sem að skipuleggja að næsta skurðlæknaþingið að þá velji maður aðra sérgrein. En allavega, ég ætla að tala næringaskurðsjúklinga og mín þekking á næringu kemur núna aðallega bara frá minni klíniskri vinnu en ég fór líka á Fresenius námskeið 2017 út í Svíþjóð og þó að þar hafi kannski eðli málsins samkvæmt verið dálítið mikið talað intravenösnæringu og enteralnæringu en það var líka farið dálítið vel yfir þetta bara frá grunni og var mjög gott og maður getur sagt var mjög vel veitt í mat líka á þeirri ráðstefnu. Mæli með. Ég ætlaði að tala þessa 3 punkta, áskorunum við næringu skurðsjúklinga, mismunandi form næringar og svo að fara bara aðeins yfir næringarþörf nokkur svona típiskra skurðsjúklingahópa. Byrjum á hver eru áskorunar og maður getur sagt það að næring náttúrulega mjög mikilvæg fyrir gróanda, fyrir hreyfigetu og fyrir í rauninni að líkaminn geti bara tekist á við þá bólgusvörun sem verður í veikindum en þetta í rauninni kannski þættir sem að eiga við alla sjúklingahópa en hins vegar það kannski sem að gera skurðsjúklinga aðeins öðruvísi að það í rauninni oft sjúkdómarnir sem að fólk með og liggur inni út af að það getur í rauninni beint verið að hindra að það settur í rauninni svona, tálma fyrir því að fólk geti verið að nærast eðlilega. Það getur verið út af starfræðartruflunum, til dæmis skarnalömun. Það getur verið lömun sem við í rauninni erum búa til sjálf með því að við erum búin að vera að gera aðgerðir á sjúklingum. Það getur verið ýmsar anatómískar hindranir, þeir sem koma inn með ílögus eða obstrúsjón, kólonobstrúsjón eða túmorar eða aðrir túmorar eða svoleiðis. Þessi sjúklingar eru oft finna fyrir ógleði og lystarleysi, það getur verið tengt verkjum, tengt lyfjum sem við erum að gefa eða rauninni bara sjúkdómnum sjálfum. Og svo eru þeir oft, sérstaklega sjúklingarnir eru mjög veikir, þá eru þeir náttúrulega í bara katabólisku ástandi og það gerur það bara orkuþörfin og þörfin á næringu eykst og þannig að það eru svolítið flókið á sama tíma og þörfin meiri að þá rauninni minnkar inntakan þannig að þetta gerir það að þessi sjúklingar eru oft svona uppförsbakki sem maður myndi segja á sænsku þið verður bara að taka það ég kom kannski stundum smá svona einhverjar eins og ég sagði áðan, ég ennþá dálítið sænsk en allavega, það maður þarf að meta grunnnæringar ástand viðkomandi og þá það kannski fyrst að maður þarf að velta fyrir sér viðkomandi búin að vera að léttast eða þyngjast hvernig vöðva og fitumassin einhver sem hann búin að vera að minnka eru búin að vera mikla hægðabreytingar viðkomandi með niðurgangur kannski getur þýtt það að það sé einhver saltbrenglun kannski kreatínin verra viðkomandi þurr snýst niðurgangurinn það viðkomandi búin að með vandstarfsemi á brisinu að þessi fituskita og það svona þessi hluti sem maður getur sagt okkur ýmislegt viðkomandi búin að vera með viðvarandi ógleði eða lystarleysi og þess vegna kannski ekki búin að borða vel viðkomandi með blóðleysi eða járnskort þess að við sjáum hjá þeim sjúklingum sem eru með einhverja túmora í meltingarvegi vítamínskortur viðkomandi kannski búin að fara í gastric bypass aðgerð og þar af leiðandi einhver næringarskortur kannski tengt því búið að taka stóran hlutan af ílegum sem að gera það að verkum að viðkomandi á erfiðleikum með að frásögja B12 eins og ég sagði fituskita brisið ekki standist nógu vel og þar af með frásögja fitu kannski ekki nægilega gott eða einhver vandamál tengt galli
Þannig að þetta svona það sem að maður þarf að hugsa kannski svona sérstaklega með þennan sjúklingahóp. En svo líka það vitað í raun alls konar áhættuþætti fyrir verri útkomu eftir aðgerðir og tengdum inngripum sem við erum að gera og þá veltum maður sig fyrir sig að við vitum hverju áhættuþættirnir eru, getum við meðhöndlað þá og með því fengið þá í raun betri útkomu og lækkað áhættuna og það í raun með þetta það svona að vera að skoða ýmislegt en það sérstaklega kannski verið að svona setja fókus á það, getum við nært upp þá sem eru vanarðir fyrir aðgerðina ef við erum að gera planaða aðgerð þá höfum við tíma og jafnvel kemur stundum spurningin á maður að fresta aðgerðina til þess að láta það reyna að næra viðkomandi upp og það er alveg eins og með hreyfingu að hægt að einhvern sem er ekki með nógu gott ekki alveg nógu góðu formi hægt að bæta þetta form þannig að viðkomandi gangi betur í aðgerðinni og þetta svona búið að skoða innan á ýmsum sviðum, til dæmis kringum liðskiptiaðgerðir, í kringum meltingarvegsaðgerðir, í kringum lungaaðgerðir og svona ýmsar aðrar. En þó að þetta hafi töluvert verið rannsakað og svona var þetta svona hot topic og svona fyrirdálítið kannski aðeins að svona koma upp í dag að það er hægt að fá svona sýnilega bötnun á vissum parametrum en það virðist hins vegar ekki alveg kannski skilur sem með sama hætti og maður vonast til í gagnsemi varðandi það þá að þessi lægri tíðni á fylgikvillum og svoleiðis en hins vegar kannski ekki allir alveg sannleikurinn komin í ljós þarna en hins vegar hugmyndin í rauninni bara mjög góð og ég held að séu margir sem inni allavega að svona tileinka sér þetta samt að einhver leyti þó sé kannski ekki með alveg jafn föstum og svona formföstum hætti eins og hefur verið í tengslum þessar rannsóknir. Svo líka annað að varðandi þennan sjúklingahóp að við erum rosalega ofta að láta sjúklingarna fasta og ég grínast stundum með það við sjúklingarna mína að við séum nýsk og tímum ekki að gefa þeim að borða en í rauninni snýst ekki beint það því ef eitthvað þá kannski vökvinn og næringin sem við erum að gefa þeim náttúrulega rauninni ef eitthvað dýrara en hins vegar það rauninni bara þannig að þessi sjúklingahópur þeir þurfa ofta að fasta við náttúrulega viljum láta það fasta í tengslu við svæfingu því það hefur sýnt sig og við vitum það að það minnkar áhættuna á tengslu við svæfingu að það sé ekki að gúlpast upp ykkur matur úr maganum og fara í lungun og þetta líka forsendara ýmissa rannsókna sem við verðum að gera til dæmis ómun og gallvegum gallblaran þarf að vera þannig þannig að sé þetta ómanna og gera góða rannsókna þá þarf viðkomandi að vera fastandi og fyrir utan náttúrulega alls konar inngrip sem að í rauninni kannski ekki fyrir sjálft inngripið þarf viðkomandi að fasta en við viljum samt hafa viðkomandi fastandi í rauninni dálítið bara svona upp á hafa belti og axlabönd ef eitthvað klikkar og það þarf að fara í eitthvað inngrip þá viljum við ekki hafa magan fullan af mat. En þessi fasta, hún hefur, og við vitum það, hún hefur neikvæð áhrif á efnaskiptin. Hún getur farið að valda því að svona, líka með fyrir svona niðurbrots ástand, þannig að við viljum lágmarka þennan tíma eins mikið og hægt þannig að við þurfum að vera meðvituð það, ekki láta fólk fasta lengur en það þarf, taka afstöðu til þess að gefa fólki hugsanlega þá vökva í æð og ég legg þá líka áherslu á það ekki bara reikna föstutíma frá því að ég sé að viðkomandi fastandi eða viðkomandi kemur á sjúkrahús margir sjúklingar eru rauninni búin að vera fastandi heima hjá sér líka áður en þau mæta á bráðamóttökuna eða jafnvel þó þau séu búin að vera nærast hafa ekki getað tekið inn svo mikið þannig að maður þarf að reikna þann tíma inn í líka og svo líka svona alls konar hluti sem hefur komið fram eins og til dæmis bara það að gefa kolvetnishleðslu það er ekki bara fyrir maraþonhlaupara eða eitthvað svoleiðis að Laugavegshlaupara en það getur líka verið gott fyrir skurðsjúklinga sem að fara í aðgerð. Þeir þurfa kolvetnishleðslu því að þeir eru að fara líkaminn í aðgerð alltaf fer í heilmikið áreiti á líkamann þannig þá getur verið gott að undirbúa það með því að gefa jafnvel næringadrykki og til dæmis eins og í ERA sem er svona flýtibattaskema fyrir ristilaðgerðir að þá fólk að drekka næringadrykki bæði kvöldi fyrir
aðgerð og jafnvel að morgni aðgerðar innan sjálfsögðu þess ramma sem að það má gera fyrir það sem að fyrir föstu fyrir aðgerðina, þar sé að þá þarf það rauninni að drekka þá tæran safa ef að það komið mjög nálægt aðgerðinni. En þetta hefur sýnt sig að hjálpa rauninni til við það að fólk sé fljótara að jafna sig eftir aðgerðina. Já, nú ætla ég líka að fara þá svona þessi næsta efni sem er bara mismunandi form næringar og þessi næringatrappa sem ég svona stál úr öðru efni sem ég sá á netinu. En fannst vera mjög góð. Þetta er bara svona mjög gróf flokkun hérna. Ég raunir bara svona skilgreining. Maður flokkar mat sem er gefinn í gögnina og svo það sem er gefið í æð, og af því sem hægt að gefa í gögnina að þá það bara venjuleg matur. Það getur verið sérfæði, til dæmis maukfæði, prótein og orkuritfæði og svona ýmislegt sem í boði þar. Svo getur líka verið alls konar næringadrykkir og önnur svona tillegg, en svo þá líka til enteralnæring sem þá rauninni bara tilbúin næring sem gefin beint í gögnina í gegnum einhvers konar slöngu, og það getur verið næringasonda bara í gegnum nefið, það getur verið PEG-sonda í gegnum magann eða jafnvel eiginasonda sem fer þá rauninni lengra niður í gögnina. En hinum megin af því sem við gefum í æð þá það rauninni glúkósi sem getur verið með án salta, og svo það parenteral næringin. En í rauninni, það miklu meira úr að velja í gögnina en í æðina, þá rauninni bara þetta tvennt. Og í rauninni kannski ætti maður að setja svega þetta glúkósana, því að það rauninni engin raunveruleg næring. Maður rauninni bara rétt að koma í veg fyrir svelt eða koma kannski í veg fyrir það að maður klári glúkógenbirgðirnar í lifrinni og í líkamanum, af því að 5% glúkósa inniheldur rauninni minni sykur heldur en einni kókdós, þannig að það nú ekki mikið magn. En hérna þessi næringatrappa sem að ég svona sett upp og stál annars staðar frá þýddana, en hérna rauninni bara þess að minna okkur bara aðeins á rauninni hvernig við hugsum okkur í því, hvernig við tröppum okkur upp og niður í næringu eftir því hvað ástandi sjúklingurinn Í rauninni best ef fólk getur verið að borða mat til þess að uppfylla sína næringaþörf, en ef það gengur ekki að þá kannski þarf að fara upp í tröppunni og fara að skoða það að setja viðkomandi á orku og próteinríkt fæði. Ef það dugar ekki til, þá getur maður rauninni lagt til næringadrykki. Ef það dugar samt ekki til að viðkomandi sé að fá í sig nægilegt magn, þá maður kannski komin í það að gefa viðbót líka með annarkvæmt þá parenteral í æð eða enteral í gögnina næringu. Og hérna rauninni það að þetta leggst saman, að það rauninni þó maður sé komin upp á næsta stig fyrir ofan, þá þýðir það ekki að það megi ekki gefa rauninni það sem fyrir neðan. Þannig að maður getur rauninni kannski verið að blanda saman meðferð úr mörgum af þessum tröppum hérna. En hins vegar svo þegar maður komið þá upp í efstu tröppuna, sem kannski ætti að vera svona smá bil þarna á milli, þá erum við kannski komið sjúkling sem af einhverjum ástæðum getur ekki verið að nærast í gögnina og eða getur ekki verið að borða mat allavega, þarf það hugsanlega kannski að vera eingöngu á næringu æð út af einhverjum ástæðum, sem getur til dæmis verið bara algjörlega ómögulegt að frásóga í gögninni, eða það frábæting kannski út af fyrslum eða svoleiðis, eða þá að viðkomandi getur nýtt gögnina en kannski getur ekki kynnt, og þá þurfum við að gefa viðkomandi alla næringu kannski gegnum einhvers konar sondu. En til þess að átta okkur svona á því hvar viðkomandi í þessari næringatröppu, að þá mjög mikilvægt að vera með vel útfyllta vökvaskrá og næringaskrá. Og ég alltaf að spyrja þetta á deildinni hjá mér, af því ég vil vita nokkurn veginn, ekki bara inn og út af vökva eða að viðkomandi borða ágætlega eða sæmilega. Ég vil rauninni fá að vita hversu mikið borðaði viðkomandi, hversu hátt hlutfall, og mér finnst við ættum rauninni að þess að svona tilenga okkur þetta, hugsa þetta betur, hvers hátt hlutfall af
áætlaðri næringarþörf viðkomandi sjúklingurinn að ná að taka inn og ef að það er ekki nægjanlegt þá þurfum við að skoða, ok, við þurfum þá kannski að trappa okkur upp í næringartröppunni en við vitum þetta ekki nema við spyrjum ekki og svona það bara mikilvægt að hafa það í huga. Sem líka dálítið svona kannski flókið að vissu leyti að því eins og hlutirnir eru í dag að þá það eiginlega bara næringarfræðingarnir sem að geta tekið matarlistana og reiknað út hversu mikið fólk að innbyrða til þess af kaloríum af því upplýsingar sem að koma frá mötuneytinu eldhúsinu eru ekki á því formi að annars starfsfólk geta reiknað þetta út. En þá líka spurning, það alveg áhættulaust að hefja næringarmeðferð og nei, það í rauninni ekki og það til þetta refeeding syndrome sem eitthvað svona sem allir eru dálítið hræddir við og alveg ástæðu fyrir því að þetta stórhættulegt. Það alveg til dæmi það að fólk kemur inn á sjúkrahús vannært og það svo byrjað með næringu og það veikist mjög alvarlega og jafnvel til dæmi það að fólk hafi dáið í þessu refeeding syndrome. En hvað það? Og ég rauninni svona þegar ég fór að undirbúa mig fyrir hana fyrirlestur þurfti aðeins að svona hugsa, þú veist, ég hrædd við þetta, ég að passa mig á þessu en ég veit rauninni ekki almennilega hvað þetta Þannig ég rauninni fór aðeins tilbaka svona í literatúrin og fór að skoða þetta og þó sá ég í rauninni að með þess að þær rannsóknir sem hafa verið gerðar við þetta og í literatúrnum að þá ekki alveg kannski komin svona nákvæmlega skilgreining á það hvað þetta en nýjasta skilgreiningin hins vegar sem ég sá sem var frá amerísku samtökunum snýst það að þetta séu einkenni sem koma fram innan 5 daga frá upphafi næringarmeðferðar hjá sjúklingum sem eru annarkvort vannærðir, alvarlega vannærðir eða þá eru í mjög katabólisku ástandi og þessi einkenni sem við verið að tala rauninni þá lækkun til dæmis á fosfat, kalium eða magnesium og þá rauninni hversu mikið lækkun segir til það hvort að viðkomandi með mildan eða moderate refeeding syndrome en hins vegar severe þá rauninni yfir 30% lækkun á þessum söltum en getur líka komið fram þá þíamínskortur og líffærabilun vegna þess skorts. Ástæðan fyrir því að þetta það sem að gerist það að þessi sjúklingahópur þeir eru rauninni svo vannærðir og til dæmis bara kalium líkaminn búin að vera að reyna að halda kaliumgildinu uppi í blóðinu og þá rauninni búin að tæma frumurnar en svo þegar þannig að vantar kalium í líkamann ekki þó að kannski það sé jafnvel eðlilegt kaliumgildi í blóðinu svo þegar næringin kemur inn insúlíni kikkar í gang og fer að pumpa sykrinum og svona inn í frumurnar þá kemur kalium með og þá kemur til dæmis lækkun á kalium og það sambarlegt sem að gerast með þessi hin efni en hins vegar meira að segja í þessum guidelines sem koma frá Aspen að tala það að hvenær maður að taka tillit til þessara áhættu að það einkum bara hjá þeim hópum sem að telur að það sé í moderate eða severe áhættu en hins vegar vill maðurinn þá vita okkur hverjir eiga þá hvenær á maður að vera meðvitaður þetta og það eru til einhver skimunarpróf en í rauninni þá fosfórgildið þeirra ekki alveg nægilega gott þannig að við vitum að það ekki gott að fá refeeding syndrome en í rauninni vitum við ekki alveg nákvæmlega hvaða sjúklingar sem eru mestri áhættu við að fá það sem dálítið vandamál en þess rauninni þarf að rannsaka þetta betur og kannski svona fyrsta skrefið að ná konsensus það hvað sé refeeding syndrome og síðan út frá því að reyna þá að komast að nákvæmlega hvaða sjúklingar eru í áhættu en það svona sem að allavega take home message sem að ég með varðandi þetta að mér finnst mjög mikilvægt að maður geri þetta áhættumat en hins vegar það má ekki hindra það að maður sé að gefa næringu það má ekki vera þannig að maður sé rauninni að
kannski ýta á vannæringar ástandið af því maður of hræddur við að gefa næringu hjá einhverjum sjúkling. Kannski svona dálítið sambærilegt við það eins og að þessi hræðsla sem að maður verður oft var við þar sem að fólk vill ekki gefa vökva í æð við einhvern sem að hjartabilaður en hins vegar hann kannski bæði með sögum hjartabilun en mjög þurr, þá þarf viðkomandi að fá vökva. En nóg þetta, ég ætla líka að fara að yfir næringarþörf, nokkra típiskra skurðsjúklinga og þá það rauninni ákvað að byrja á botnlangabólgunni. Þetta nú yfirleitt heilbrigðir, mjög oft ungir einstaklingar og rauninni með nánast undantekningarlaust eðlilegt grunnnæringarástand. Þeir koma líka yfirleitt inn með stutta sjúkrasögu og þar alveg ekki búin að vera fastandi heima lengi. Þeir fasta fyrir aðgerðina sem betur fer á SAK yfirleitt bara mjög fljótlega eftir að koma inn og svo fara þeir bara mjög fljótlega að borða og því rauninni kannski lítil þörf á einhver svona auka næringu, fólk þolir það að vera hálffastandi kannski í sólarhring eins og með þennan hóp en hins vegar mikilvægt að skoða vökvajafnvægi og því kannski rauninni bara nóg með þessa sjúklinga að vera þá með vökvaskrá. Næsti hópur sem ég ákvað að taka brisbólga og það rauninni kannski alls fjölbreyttari sjúklingahópur. Grunnnæringarástandi getur verið mismunandi og hvað sem kannski líka flókið hér að það erfitt í upphafi að spá fyrir alvarleika ástandsins. Viðkomandi verður hann fljótur að jafna sig á þessu eða á þetta eftir að vera einhver sjúklingur sem þarf að fara að gjörgjast og líka kannski mjög lengi á sjúkrahúsi. Og þessi hópur oft þurfa þeir að fasta í upphafi, það getur verið verkir og ógleði og annað sem bara hindra inntöku á mat en líka rannsóknir sem við viljum gera. Við kannski viljum gera ómskoðun af gallvegum, sjá þetta steinar, það kannski gera MSCP eða annað. Þannig að þá þessi sjúklingar oft fastandi til þess að byrja með en hins vegar rauninni vitað og það hefur verið sýnt fram á þeir rannsóknum að þessum sjúklingum þeim hreinlega vegna betur ef þeir fá næringu og ekki bara fá næringu ef þeir fá næringu í gött. Þannig hérna skiptir það mjög miklu máli að reyna að koma næringu að sem fyrst og þá finnst mér að matatrappan eigi vel við. Og hérna skiptir það máli að maður ekki bara sé með vökvaskráningu heldur líka næringarskráningu. Næsti sjúklingahópur þá rauninni gatnastífla. Þetta nú yfirleitt eldri einstaklingar og þó grunnnæringarástandið finnst mér oft vera gott og þá getur það verið breytilegt. Og hérna kannski þarf maður líka að hugsa að þeir sem að fá gatnastíflur oft sjúklingar sem búin að fara í fyrir aðgerðir og þá rauninni eins og ég sagði áðan, kannski þetta einhver sem að út af fyrir aðgerð í vandræðum með að frásóga B12 eða eitthvað annað sem rauninni búin að fara í gastric bypass aðgerð þannig að sé einhver átt að þetta þarf fyrir vannæringu. Og hérna skiptir líka máli að maður þarf að leggja mat á það þegar viðkomandi kemur inn hversu lengi hann búin að vera fastandi áður en hann kom inn á sjúkrahúsi. Því að þessi sjúklingar geta alveg búin að vera rauninni að vannærðir eða ekki að nærast eðlilega kannski 2-3 daga áður en að koma inn. Jafnvel sumum einstaka tilfellum jafnvel enn lengur. Þannig þó viðkomandi sé búin að vera að borða þá hefur hann ekki geta nýtt sér næringuna því hún hefur bara kastast upp öll og jafnvel kannski vera að bakka ennþá meiri vökvi út í gönnina þannig að það mjög mikill vökva tap hjá þessum sjúklingum. En þeir fá yfirleitt, eru fastandi þegar komið inn og fá magasondu þannig að við erum að tæma allt innihaldið úr maganum. Við þurfum að gera ráð fyrir vökvaskorti og oft saltbrenglun þannig að við þurfum að gefa þeim mjög mikið af vökva. Hérna skiptir máli að vera mjög meðvitaður líka næringarástand, ekki bara vökvaástand og jafnvel að hafa þau huga að maður þarf jafnvel að setja inn parenteral næringu til þess að hjálpa viðkomandi. Þannig hérna skiptir máli vökvaskráning, næringarskráning og líka að fylgjast vel með söltum. En svo svona eina valaðgerðin sem ég setti hérna inn, það til dæmis bara
hluta ristilnám vegna krabbameins. Þetta nú yfirleitt eldri einstaklingar, oft eru þeir eitthvað kannski búin að léttast og eru eitthvað svannari fyrir aðgerðina. Þeir geta verið blóðlausir, járnskortur, það geta verið svona ýmis vandamál, þannig sem að reyna það rauninni kannski að hafa jákvæð áhrif á fyrir, en það er ekki alltaf sem það gengur. En hins vegar sko hérna skiptir máli eins og ég sagði áðan að stytta fösturinn eins mikið og hægt gefa þeim næringadrykki, kolvetnisleiðslu fyrir aðgerðina, en hérna skiptir hún líka máli að gefa þeim sem fyrst að koma næringu aftur í gönnina eftir aðgerðina og þá rauninni sko jafnvel bara leið og þau geta gefa þeim næringadrykk að þeir eiga rauninni helst að borða kvöldi aðgerðardags til þess að rauninni ekki bara þess að hafa jákvæð áhrif rauninni á efnaskiptina, það hefur líka jákvæð áhrif rauninni bara það að gönnin komist í gang. Gönnin þarf eitthvað að vinna með til þess að komast í gang. En hérna mjög mikilvægt að meta næringarinntöku daglega og meta þörf á íhlutun. Það getur verið að einhvers kannski óglatt, ekki borða alveg nægilega vel og þá þarf maður að skoða það hvort það þurfi jafnvel að bæta einhverju við og sérstaklega líka að hafa það í huga að stundum kemur það upp að einhver búin að borða og ganga mjög vel svo að degi 3, gönnin ekki komin í gang, það búið að vera að borða, það búið að hlaða á kerfið og þá allt í einu bara, segir líkaminn bara stopp, það bara, það er ekki pláss fyrir meira og þá jafnvel erum við komin meira í að meðhöndla sjúklinga eins og sé með gagnastíflu, þá þurfum við kannski að fara að setja niður magasondu og þá þarf maður að hugsa út í að þá erum við að pumpa út öllu því sem viðkomandi búin að vera að borða frá því eftir aðgerðina af því að hann hefur ekki alveg getað komið út af því að það er paralýsi í gönninni, þá hefur næringin ekki alveg komið distalt í mjókirnið það sem að frásog á næringarefnunum þannig að þá þarf maður að hugsa, jú, hann búin að vera að borða en hann í rauninni hálffastandi og þá þarf maður að hugsa út í það að setja snemma inn jafnvel parenteral næringu. Þannig hérna skiptir máli vökvaskráningin, næringaskráningin og líka dagleg vigt til þess að geta fylgst með þessum hlutum. En nú er ég búin að fara hérna aðeins yfir þessa 3 punkta sem ég ætlaði mér, áskorunum með næringu skurðsjúklinga, mismunandi form næringar og þessa næringaþörf nokkra svona típiskra sjúklingahópa en svona það sem að kannski aðalpointið sem ég ætla að vona að ég hafi komið áleiðis það hvernig eigum við að byrja og þar nú það að byrja sem allra fyrst með næringu sem hentar aðstæðum viðkomandi sjúklings og þetta eitthvað svona take home message sem að ég heldur að við getum beitt á ekki bara skurðsjúklinga heldur alla skjólstæðinga sak. En einhver spurningar? Einn spurning Sveins. Já. Sæl Guðjón þetta. Hæ. Hæ. Bríðsjúklingarnir hafa oft verið vandamálasjúklingar því leyti til að þeim finnst oft gott að fasta út á þeim verkjum sem koma við næringatöku. Og það hópur sem mér sýnist oft lenda í því að vera fastandi dálítið lengi. Hvaða form myndirðu leggja til að við notum það? Ef við bara bíðum að láta borða, ef við byrja á fljótandi eða ef við bara byrja á parenteralnum? Sko, mér finnst í rauninni með brisbólgusjúklingana brisbólgusjúklingana að auðvitað það er sýnt fram á það sé best að þeir fá næringu í gönnina og það snýst ekkert endilega það að þeir sé að uppfylla alla næringaþörf með næringu í gönnina. Þannig í rauninni dugar bara að fá mjög lítið. Þannig að þá þarf maður kannski bara að mótivera sjúklinginn sem að getur drukkið, sem vakandi og getur drukkið að þó hann á ekki borða mikið að hann sé að reyna þá allan að innbyrða eitthvað og styðja við rauninni með því að gefa þá gefa ógleðstillandi, skoða hvað það sem sjúklingurinn vill og kannski þá bara sætta sig við það að við komum til að drekka einn næringadrykk eða næringadrykk og hálfa súpu og bæta síðan þá bara upp eftir það.
Ég allavega persónlega þá rauninni sko frekar vön því að þessi sjúklingar, maður sé þá að fylla henni upp í næringarþörfina með því að gefa parenteralt frekar heldur en að vera að rembast mjög mikið við enteral næringu. Þannig ég myndi segja sko að setja næringarsondu hjá þessum sjúklingum. Ég veit ekki, það getur vel verið að það eigi við í einhverjum tilvikum en ég heldur næringarsondan hún fer niður í magann og maturinn sem kemur næringarsonduna niður í magann, ég held að það sé valda alveg miklum vandamálum eins og kannski svona með það að veldur þessari þenslu og ógleði og svoleiðis eins og hann myndi gera maturinn í maganum ef maður kyngir honum. Þannig að svona, já, frekar þá snúast það að fá sjúklinginn til þess að vinna með okkur og taka inn eitthvað jafnvel þó sé mjög lítið. Svara þetta spurningunni? Já, ágætis svar. Mér finnst einmitt þetta að vera hérna máli, sko, hérna við þurfum eiginlega bara að hugsa þetta pínundu breytt og aðlega þetta aðstæðan, sko, þannig að ég held að þetta sé hérna akkurat það. Önnur spurning næringaskrá. Hérna, hversu dugleg erum við að setja næringaskrá og setja þau fyrirmæli á sjúklingum? Við erum alls ekki dugleg við það og ég alltaf að spyrja það á deildinni hjá mér. Hjúkrunarfræðingarnir og starfsfólkið á deildunum að meta næringuna, kannski eins og kom fram á næringardeginum, kannski ekki alveg mikið þess að viljum, en þú veist að þau eru samt meðvituð það, en hins vegar það kannski ekki að koma, þær upplýsingar eru ekki að skila sér á mælanlegu formi, þar sem að við sem erum að horfa kannski að mörgu leyti bara á gögnin sem koma inn í sögukerfi og í tölvuna, við erum ekki að sjá það mjög vel. Upplýsingarnar það, þetta skrifað mataskráning, það skrifað á blað en það ekki að skila sér neitt hlutfall af uppreiknari næringarþörf eða svoleiðis, það ekki allavega, hef ég þó ekki fundið það ennþá og ég samt mjög mikið að velta þessu fyrir mér, þannig að það alveg klárlega eitthvað sem að væri kannski hægt að reyna að skoða og endurbæta og finna leið hvernig við eigum að geta nýtt þessa hluti sem við erum þá að skrá til þess að koma því yfir á format þar sem að við læknarnir getur nýtt okkur það til þess að taka ákvörðun það hvernig næringu við ætlum að gefa sjúklingu og hvaða fyrirmæli við ætlum að setja. Fleiri spurningar? Það finnst ekki vera, þannig að það sé fjaststættir einhverjar spurningar. Rétt hendi þarna. Nei, þá þakkum við bara kærlega fyrir. Og það skemmtilegt að þykja það? Já, takk fyrir það. Takk fyrir.